Komið þið sæl, það hvöss suðvestanátt og miklar élja-hryðjur sem að ganga yfir vestanvert landið akkurat núna. Þá voru talsverðar eldingar líka á vestanverðu landinu í dag og lægðin var þarna nokkuð nálægt Vestfjörðum sem að svona herti aðeins á vindi. En það er viðvarandi suðvestanátt næstu 2 daga og það er búist við því að veðrið verði nú verst svona í kvöld og nótt en dragi síðan smám saman úr vindi. Þessi fjólubláu litir eru vindur yfir 15 metrum á sekundu en bláu og grænu litirnir lægri vindhraði þannig að við sjáum að það svona smám saman dregur úr vindhraðanum eftir því sem að líður á vikuna og laugardags eftirmiddaga þá verður þetta nú orðið heldur skaplegra allt land. En það eru appelsínugular viðvaranir í gildi á vestan og norðvestanverðu landinu. Þær verða gular í nótt og fyrramálið og síðustu viðvaranirnar ganga úr gildi á norðvestanverðu landinu á laugardagsmorgun en heldur fyrir á Suðurlandi og á Norðurlandi eystra þar sem er varað við vindi. Vindhraði í kvöld og nótt getur verið þetta 18 til 25 metrar á sekundu og það getur alveg verið hvassara í hryðjónum sem að ganga yfir en svona í fyrramálið er útlit fyrir að suðvestanáttin verði þetta 15 til 20 metrar á sekundu. Það er líklegt að verði áfram hvassara í éljarhryðjónum og frekar slæmt skyggni þegar að élin ganga yfir. Það svipaði sögu að segja af norðvestanverðu landinu. Hiti rétt frostmark og úrkoman líklega öll á formi élja. Vindhraðin svona heldur kannski minni heldur en verður í nótt. Og við sjáum að þegar við komum á norðausturlandið þá er aðeins minni vindhraði en mesti munurinn er að það er minni úrkoma. Hitinn er áfram svipaður bara rétt frostmark þannig að það eru svona hálku möguleikar allt land sem fylgja þessu veðri. Á suðaustanverðu landinu er kannski heldur meiri ofankoma heldur en á vestanverðu landinu, hún er svona mögulega samfelldari, líklega slitta eða snjókoma en gæti ringt aðeins alveg við ströndina svona yfir hádaginn. Síðdegis á morgun þá verða vindaviðvörunin á norðausturlandi gengin gildi ásamt viðvörunum hríð á Suðurlandi. Aðrar viðvaranir eru í gildi fram eftir degi og síðan fram á laugardagsmorgun eins og við sjáum að þá er áframhaldandi suðvestanátt og það verður þessi svona þetta hryðju veður meira og minna allan morgundaginn líka. En það er miklu skaplegra veðrið á laugardag, heldur hægari suðvestanátt þó hún sé ennþá svona 8 til 13, kannski 15 metrar á sekundu út af Vestfjarðamiðum. Svolítið hvasst líka úti fyrir Tröllaskaga en hægari inn til landsins. Smá él ennþá við suðurströndina en líklega úrkomulítið norðanlands. Á sunnudag er útlit fyrir þessa lægð sem ætlar að koma hér og skjóta sér með austurströndinni. Hún snýr vindi þá til norðurs og það verður líklega norðanátt og einhver smá úrkoma á norðanverðu landinu, líklega slitta eða snjókoma, smá éljagangur kannski í fyrstu við suðurströndina en áttinn þar verður vestlægari en þó ekki þessi útsýningur sem að verður í nótt og á morgun. En við sem sagt þurfum að þola þetta útsýning hér á vestanverðu landinu og norðvestan til í nótt og í fyrramálið. Það eru appelsínugular viðvaranir í gildi fram á nótt og síðan taka gular viðvaranir gildi víðast hvar. Það eru dimm él, talsvert mikill vindur og sviftivindasamt í hryðjónum og það er betra að vera ekkert á ferðinni ef að það ber ekki brýna nauðsyn til. Verið sæl.